Góðan daginn, ég heiti Jökull Guðjónsson, ég valdi þetta efni, sitthæðin og bara mér fannst það mest áhugavert af þessu á listunum. Fyrsti kafla, jörðu og sól og árstíðir. Þessi sagt, jörðin snýst svona, einfaldlega í kringum sólina. Þetta er ekki það sem veldur árstíðum, heldur er það frekar hvernig hún snýr. Við séum hérna, þetta er 3 milljóna kíló munur héðan hingað, sem er svona 3%, þetta er ekki nóg til að hafa neinn áhrif. Það sem gerist er að jörðin snýst og hún snýst svona á vor og haust, en svona er þetta vetur, norður heimskauti, sumar suður heimskauti og svo hún snýst aftur svona og komið öfugt við á hinum árstíðunum. Já, það veldur árstíðunum, sumar, vetur, vor og haust, öllu því. Sem gerist líka er að þetta veldur svolítið vindum. Svona rísalti hérna í austri, þannig að loftið þar hitnar fyrst, kemur meira vatn úr sjónum, gufar upp og það myndar meira þrýsting, þannig að það leiðir til að fer vestur. Mestur vindur þar. Ekki nóg með það, eftir að vindur svona ofar, kólnar hann aftur, lægri þrýstingur og myndar svona hringrásir með 3 mismunandi hérna, allt frá miðbaugi upp á pólunum. Þetta myndar nokkur svona dæmi, nokkur belti, veðarbelti, sem að þetta er mjög mikil einföldun, en við erum með hérna á pólunum, við erum með 24 tíma af sól eða myrkri, það er mjög mikill munur á árstíðum og það getur verið kalt og þurrt, en það fer eftir vindi, eins og hérna stærsta eyðimörk í heimi, suðurpóllinn, Ísland, og svona rétt inn á þetta er mjög blautt. Næst erum við með miðbeltin hérna, þokkalega heitt, þokkalega blautt, aftur fer eftir vindi og hversu mikið innlendis þú ert. Miklu þurrara hérna heldur en hérna. Svo þú veist, ég held að Kazakstan og Danmörk, Skandinavíu sé á svipuðum stað og allt annað veður þar. Næst erum við þetta, við erum með þurrubeltin. Alveg þurrt við erum með til dæmis Sahara-mörkina, Ástralíu, stórum hluta Mexíkó, Bandaríkjunum. Það er mjög þurrt, mjög heitt og mjög kalt, svo lítill raki. Hitinn heldur sig ekki vel þarna, en aftur það fer eftir vind. Við skoðum hérna á kortinu og getur séð, tekur Flórída, mjög blautt, allt veður eins og veður þar. Svo erum við hérna miðbeltin, þetta er það sem allir regnskógarnir eru, það er mjög heitt, mjög blautt, basically engar árstíðir, það getur þetta verið, þú veist, blautt og þurrt tímabil eftir hvernig vindirnir koma. Já, næsta efni, gróðurhúsaáhrif. Andrúmsloftið, það er gert sem þetta á svona 79% súrefni, nitur fyrir ekki. 79% nitur, 20% súrefni, tæpt 1% argon og svo enn minna af hérna koldíoxíð og eitthvað annað. Gróðurhúsaáhrif virkar sem þannig, hérna með getur séð svona meira eðlilega, eins og þetta er núna sennilega. Þá koma sólargeislar niður, fara í jörðina, hluti af því fer aftur upp og svo endurspeglast hluti af því aftur niður og festi það í hita, en stóru hluti fer það bara út aftur í geiminn. Það sem gerist hérna, eftir að við erum með meira af efnum eins og koldíoxíð, míþen og fleira, þá hérna gefur sólljós á jörðina, en mun minna fer þetta í geim og miklu meira fer aftur á jörðina. Hérna getur við séð lista af þessum efnum yfir tímana, frá árin. Það er svona mælt með frá árinu 0 til 2000 og í dag. Getur séð að það gjörsamlega skýst upp í kringum svona 1700, 1800 og eitthvað, iðnbyltingin. Við erum með hérna aðalega koldíoxíð, míþen hefur líka skotist upp og meira. Hérna annar graf sem sýnir meðalhita frá 1860 upp í dag, eða nánast í dag.
Séð það er á þokkalega stöður leið upp og þessi lína hér er hvað þetta hérna minn byrjar. Já, en líka 0,0 til 4% af andrúmsloftinu er bara vatn og vatn er líka gróðurhúsaáhrif. Það virkar sem þannig að því meiri hiti er, því meira vatn gefur upp, því meira vatn er í loftinu, það verður meiri hiti og þá gerist bara þetta aftur og aftur. Líka bólarnir, það getur haft mikið áhrif á þetta. Bara einfaldlega það að ísinn er sjóísinn er hvítur, þá endurspeglar hann hita. Sjórinn er dökkur, dökkblár, sérstaklega á norður- og suðurskautunum og þá dregur hann í sig mun meiri hita. Þannig getum við séð muninn á hæsta og lægsta tíma árs. Þetta er þá 79, þetta er 2012. Eins og sjá hjá. Tiltölulega lítið, mjög lítið, tiltölulega mikið, mun minna. Ís dregur í sig svona 20% af hita á meðan sjórinn dregur í sig svona 90% af hitanum. Þannig að þá eftir þess að þetta minnkar þá heldur hita áfram. Hitna meira og meira. Þriðji kafli, framtíð hafsins. Það sem sagt er súrefni í hafinu. Þetta er mjög mikilvægt fyrir allt dýralíf. Því sem hitast því uppi getur vatnið haldið í sig minna súrefni. Basically dregur niður allt dýralíf. Áhugavert er að þá allar mun minna við marglyttur. Því sem er minna sem er að borða það og þetta getur þolað þessar breytingar betur. Það er svona koltvíoxíð í loftinu eykst. Það meira af því og leysist upp blandast í við sjóinn. Það getur alltaf svo kallast súrnun á hafinu. Það getur verið gott fyrir svif en flest annað dýr ekki svo mikið. Hérna getur séð, virkar í einföldu, það leysist upp í vatninu og þá breytir stefnan sambandið sem allir þessu tefnir. Þarf ekki að fara svona djúpt í það. Þetta getur verið mjög slæmt sérstaklega fyrir skelfisk. Það er mynd ekki bestu gæðum af einhverjum krabba, maður ekki hvað ár. En eins og við getum séð þá er skilin ekki venjuleg. Það getur líka myndað svokallað stautt svæði. Margar leiðir sem þetta myndast en eitt er aukingar næringarefni. Oft spilling við alls konar ræktarver og meira svif, deyja á sama tíma, brotið það niður og það veldur að það er mjög mikil töpun á súrefni og mjög mikil töpuð fjölbreytni að lífi. Lífi framtíð líka þegar það er búið. Ok, takk fyrir.